Já, gestir okkar eru farnir, eða svona fyrra hollið sem við segjum, það kemur hingað annað fólk hér á eftir, þar sem ég ætla að ræða við þau um Trump og svona umræður um fasisma sem hefur nú verið viðloðandi alveg frá því hann var kjörinn fyrst og í kosningabaráttunni þá. Ég ætla að fá hingað Pontus Jarvars sem er sagnfræðingur og Nönnu Hlín Halldórsdóttur sem er heimspekingur og Guðmund Halldórsson sem er sagnfræðingur og við ætlum að svona ræði þetta svona út frá þessu, hvernig hægt að meta þessar áherslu breytingar. Er Trump svona venjulegur íhaldsmaður með svona sérstakar áherslur eða eru þarna merki að við séum kannski að sigla inn í eitthvað svona tímabil uppgangsfasismans sem kannski svipað að vara á þriðja áratug síðustu aldar. En við Sigurjón sittum hérna eftir og ætlum aðeins að það er náttúrulega, við ræddum kannski ekki svo mikið svona flokkapólitíkerna á þann en það var náttúrulega meðan við vorum að tala þá lýsti Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir því yfir að hún ætlar að fara í formannsframboð sem hvenær er þetta 28. febrúar eða þetta svona í lok febrúar? Nei, sko, þetta byrja 28. já. En kjörið þetta í annan. Nú er þetta svona langt. Já, marga daga. Þetta svona... Já, 28. febrúar, svo fáið dagar í febrúar. Já, þú svo fyrir bara viku. Nei, þetta er hérna... Svo er svo gaman hjá líka sérstaklega eldri sjálfstæðismenn sem koma hérna að hittast og svona. Þetta er svona þannig stemningsmót líka. Já, en við tölum nú aðeins að Þórdís Kolbrún byggðist ekki fram við, það nú eiginlega spáði að hún myndi ekki ná þessu. Við vorum að segja það að svona fylgi hennar innan flokksins var miklu minna heldur en oft var látið í veðri vaka í umræðum. Það er mun að hún fekk fleiri útstrikanir í síðustu kjördæmi heldur en Dagur Bjarkesson fekk. Þannig að sko, það segir eitthvað, ég segi ekki þurfa að ráða úrslitum en það er vísbending. Og Benedikt Erlingsson var að spyrja svona af hverju hérna gekka tilbaka. Ég nefndi þarna að það væri hluti að Sjálfstæðisfólki sem var ekki sátt við svona stefnu sem hún var í utanríkismálum, þetta svona hún var mjög svona herská í tengslu við Úkraínustríði, kallaði sendiherrann í Moskvu heim og fór hérna... Við eina ríki sem hefur gert það. Já. Þannig að það var ósáttur við það, en svo var það líka sem að voru áherslur sem að hún var með kannski í síðasta viðtalinu sem að hún gaf áður en að hún lýsti yfir og hún ætlaði ekki fram. Það sem hún var að tala svona mildari sjálfstæðisflokk og þannig að hún var að sumuleyti svona tákmynd þess að vera með flokk kannski í svona anda þess sem á tímabili virtist að Bjarni ætlaði að breyta flokknum í með því að lyfta henni til valda og fleira, að vera svona svona mildari ásýnd en svo náttúrulega fór Bjarni að sumuleyti alveg þveröfuga átt svona með áherslu sinni í útlendingamálum og öðru fleiru og svona hvernig hann ýtti undir Jón Gunnarsson og fleira sem Þórdís Kolbrún reyndar sveik svo með því að færa sig yfir í Suðvesturkjördæmið sem að ég held að ekki hjálpaði henni. Þannig það grófst svolítið undan stuðningi við hana. Já, við Þórdísi. Já, svona undanfarin 2-3 ár. Sem var töluvert í upphafi og náttúrulega mjög svona, hvað heitir það, að vera svona frambærileg og margir sjálfstæðismenn sem að dáðust að henni. Hann er skeleg og kemur vel fram og augljóslega greind og þar höldu gutunum. En hún hafði ekki stuðning og hún hafði einhvern veginn meldt það. Guðlaugur Þór, af hverju er hann ekki búinn að bjóða sér fram? Heldur hann fari ekki fram? Ég veit það ekki, mér finnst það svona hann var augljósasti kosturinn, hann hefði átt að vera fyrstur. Mér fannst líka hérna sko í þessu viðtali sem var við hann ykkur útvarpi að þá fannst mér hann svona, ég myndi álita að vera svona meiri líkur á því en minni að hann fær ekki fram. Hann fór að sinna fjölskyldunni og þetta eitthvað svona, hann er svona byrjaður að svona merjast, sko. Ekki fjölskyldunni hefur hvatt mig til að fara fram heldur öfugt. Og heldur að sé vegna þess að hann hefur verið að svona hlusta og hann metið það sem svo að það sé mikill vilji í flokknum til þess að hafa afgerandi kynslóðaskipti og hann náttúrulega er kynslóð Bjarna. Hann kom inn á þing og undan Bjarna held ég, ekki? Jú. Já, ég held það.
og hafði áður verið sko borgarfulltrúi, en hann var búinn að vera kjörinn fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í sko, ég veit ekki, 30 ár, eða meira yfir. Það bara verið hans ævistarf að vinna í stjórnmálum og svo var hann náttúrulega formaður hús og svona ábyrjandi á sínum tíma. Nei, ég veit ekki, sko, svo er hérna Guðrún Hafsteinsdóttir greinilega komin inn í búningsklefan og byrjaði að reyma á sér skóna. Já. Hún gerði ekki gott mót í Suðurkjördæmi. Nei. Þar fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Ásta Lóa, Flokki fólksins, sem að ég held að sé ansi þungur löðrungur fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Heldur betur. Hins vegar, sko Áslaug Arna, að hún svo kannski erfitt að meta hana, þú manst eftir að þegar hún var í forystu ungliðana og stóð fyrir framan pontuna þegar ég veit ekki hvaða hópur þetta svona eiginlega fúlukallandir í flokknum. Þetta var svona eiginlega áður en að það gerðist þegar að Ásmundur Friðriksson var að tala svona gegn innflytjendum og kannski það var út af þannig málum. Já, þá púuðu þau bara niður. Og þá höfðu þau svolítið svona völdin á þessu landsfundi. Ég held að hún hafi verið kosið ritari á þessum fundi. Þá var hún svolítið svona þeim megin í flokknum. En síðan svona undanferðin 2-3 ára þá finnst mér hún hafa bara tekið beygju og sömuleyti tekið undir með ógninni af fjölda innflytjenda og þrjóttugotunum. Þannig mér finnst hún ekki vera svona, ef maður er að reyna að átta sig á því hvers konar Sjálfstæðisflokkur yrði það undir henni, ekki endilega ungu Áslaugu Arnu, ég er ekki viss um það. Nei. En ég held samt að hún sé sko það klóka, hún fer ekkert í svona framboð nema telja sig hafa ágæta sigurlíkur. Ég held hún hafi bara mjög góða sigurlíkur. En það sem ég er að velta verið með Guðrúnu Hafsteins, hvort að hún sé þá frambjóðandi þeirra sem ekki vilja Áslaugu Arnu og hvaða hópur það geti verið. Það geti verið svona landsbyðin frekar, þótt að Áslaugu Arna hafi verið eiginlega út á landi í allt þetta ár. Og með sko ráðuneyti sitt á flakki. Já, flakki og bara verið að reyna að búa til eitthvað svona stuðning þar. En ég myndi halda að svona fólk út á landi væri frekar skeptískara, gagnvart Áslaugu Arnu, frekar eldri og eins og þú bendir á að þá fulltrúar inn á landsfundi, þetta svona svipað á þeir sem að kjósa Óskarinn, þetta svona frekar eldra fólk svona, sem með sæti á landsfundi, þannig að það svona hallar meira í þá áttina. Ég veit eiginlega ekki hvað hægt að segja meira því að það svo stundum erfitt að ráða í það, eins og til þess að Bjarni og Guðlaugur voru í formannslag, þá voru þeir eiginlega báðir að mæra flokkinn og það mátti heyra svona aðeins að Guðlaugur Þór vildi svona efla starfina flokksins og að forystan hefði ekki sinnt því, en það var ekki hægt að benda á neitt sem var sko eitthvað svona stefnu sem skilur á að. Já, stefnu ekki neitt. Og ég held að sé þannig að þegar þú býður í fram sem formann Sjálfstæðisflokksins að þá verða allir eiginlega eins, þá eru allir að tala fyrir sömu stefnunni. Ég man ekki eftir svona áherslum í... Nei, ekki bara sem segja á landsfundi, heldur svona, það var að líta svona aftur, maður líta einhver ára tilbaka á hvernig fólkið hefur verið, þú komið fram, hvað hefur sagt. Ég held að það sé þeir sem að hvetja Guðrún Hafsteinsdóttur meta líklega svo að Gulli ætla ekki fram og að þau vilji ekki að fá Áslaugu Arnu. Já, sko, það sem ég veit, eina sem ég veit er það að áskoraninnar á Guðrúnu hafa bara komið, sko, sjálfstæðismenn í Ölfusi og ungir sjálfstæðismenn á Suðurlandi. Þetta er ekki eins og þetta, sko, sem búin að lýsa yfir eða óska eftir henni, nú bara næstu nágrannar. Þannig að aðeins bíða róli með það. Kannski fólki sem var að kvarta yfir því að Páll Magnússon fekk ekki að vera ráðherra. Það er svo Suðurkjördæmi mjög svona ákveði því að það eigi að fá ákveðin sinn sess og þau vita það að þetta er sterkt vígi sjálfstæðismanna, ætti að vera, en er það kannski ekki núna. Fekk áfall þarna svolítið. Það fengur högg í kosningunum. Það sem víðar, sko, en mistu fyrsta sæti, það er ekki gott. Nei. Ég er ekki niðurstað með það, en sko Áslaugu Arna hefur komið hérna til okkar og hún var bara fín hérna, svona örugg og
mælsk. Já, hún er svona kjörkuð, hún er svona gaur, hún er óhrædd að koma og taka þátt í alls konar umræðu og óhrædd að ræða eiginlega hvað sem er og hún hefur alltaf verið þannig. Svo bjargaði mannslífum daginn. Já, sem verður kannski skyndi hjálpa manneskja ársins. Hver veit? Á veitingastaðnum Kastrup, sem stóð í konu minni mig. Þar sem hún gekk rösklega til verka á meðan að aðrir, sem kannski mannlegt, svona hálffrusu, að þá stökk hún á fætur og hjálpaði manneskjunni að hósta þessu upp úr sér. Nýtti kunnáttur sem hún fekk þegar hún var í löggunni. Herðu, aðrir flokkar, við tölum aðeins um flokk fólksins sem er í svona svolítið, hvað hefur að kalla þetta, ímyndarkreppu? Já, það er náttúrulega fengið einn á nebban núna, sko, í þessum peningamálum. Þetta er í þessi ár, sko, sem það er að gera svolítið grein fyrir. Þú heldur sér búið að gera grein fyrir þessum peningum? Það er bara að þeir skila inn ársreikningum. Ég held að sé ekki þannig að, ég meina eins og hingað til hefur flokkur fólksins bara safnað þessu peningum upp á sjóð og notað þetta í kosningabaráttu. Ég held að það verið núna og líka síðast að flokkur fólksins eyddi meira á samfélagsmiðlum svona framan af heldur en allir flokkanir. Ég held reyndar að þeirra komu inn í kosningavikuna, kannski 10 dagar til kosninga, að þá hafi Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn verið komið. En flokkur fólksins voru alltaf auglýst gríðarlega mikið vegna þess að þau eiginlega eyða þessu peningum ekki neitt nema bara kosningabaráttu. Þau eru ekki með neitt flokkstarf, sko. Ég hef yngu ekkert grun hafa gert eitthvað hún mátt ekki og er alls ekki að saka hann eitt neitt. En mér finnst þegar að menn koma og vitna beint í lagagreinar og vita hvað er að tala og þetta sé mjög tímanis, þá þarf að koma niðurstaði máli. Þetta er ekki eitthvað bara sem við getum bara gleymt. Það verður að koma niðurstaði þetta máli. Þetta er það miklu peningar. Annað gengur bara ekki. Þessum lögum var breytt. Mér minnir þetta hafi verið þannig að þau hafa verið breytt 2020 og verið bara verið að byggðast velvirðingar, ég man ekki alveg tölunar, og þá var sett í lögin að eitt af skilyrðunum til þess að fá styrk væri að flokkar væru skráðir sem stjórnmálasamtök. Mér myndi það að það væri líka skilyrði til þess að fá úthlutað listabókstaf. Þannig ég veit ekki alveg hvernig flokki fólksins tókst að fá það. En í þessum lögum hann fyrst að þá var ákvæð það að þetta gildi ekki fyrir árið 2021. Af því þá var verið að gefa þá bara flokkonum svona greis eða tíma til þess að fara og skrá sig með öðrum hætti þetta er bara hjá fyrirtækjaskrá. Þetta eru almenn félagasamtök og núna heitir þetta stjórnmálasamtök. Í þessari skráningu eru engin sérstökar kvaðir að ég halda landsfundi eða eitthvað svoleiðis. Það eru sem að mér sýnist fyrir að frekar rýmri ákvæði það hvernig þú heldur utan félagsskrá út af það eru persónuverndarlög sem að banna að skrá alls konar hluti. Ég held að sé frekar þannig að stjórnmálasamtök fá aðeins meira svigrúm til þess að halda utan sína félagsskrá. En að öðru leyti er þetta bara að þú skilar inn reikningunum inn til Ríkisendurskoðunar sem er búið að vera síðan bara í hruninu. Þannig að svona formlega að þá er eiginlega það er ekki eins og flokkur fólksins að koma sér undan einhverju. Það sem er kannski, mætti spyrja, nú er það eitthvað sem ákveður annarkvort hjá fjármálaráðuneytinu eða Ríkisendurskoðun sem að býr til úthlutunina til flokkana. Af hverju var úthlutað til flokks fólksins þó hann fyllti ekki upp skilyrði? Með það eiginlega... Já. Og svo en hann fær peningin hvað sem og þau hugsa bara þau bara horfa í gegnum þetta er ekki svo mikið ákvæði hvernig við skráum þetta, ég veit ekkert og halda svo bara áfram í góðri trú en svo allt í einu núna kemur það að þau fá það ekki. Minnst að skrítið að ég fór og meðan við vorum að tala þetta áðan fór ég inn á fyrirtækjaskrá og það stendur það að Hagstofan RSK er ríkisskattstjóri fyrirtækjaskráin þar áskilur sér að vera eitthvað 10 daga að afgreiða umsóknir
Þannig ég bara skil ekki okkur, sko, Flokkur fólksins ekki búinn að breyta sér skráningu, sko. Já. Því að ég get ekki séð, Já, einmitt. ég get ekki séð, sko, eitthvað geti haldið, já, það að því að þá missi, Inga Sæland og tögl, það ekkert svoleiðis í þessu, sko. Nei. En einhver botnur að koma í þetta og fjármálaráðherrann nýi, Daði Már, hann búinn að segja að málið sér til atvinnarinn í sínu ráðuneyti. Já, það sem Inga að tapa á og hún svarar þessu svona eins og þessar reglur komi sér ekki almennilega við, ég ætla ekki að endurgreiða og það ekki gott fyrir stjórnmálafólk sem að lætur það í það skína að það sé verið að setja reglur fyrir alla hina, en þegar reglurnar snúa mér að þá skiptir þetta engum máli. Það ekki gott. Það kom svolítið fram í umræðinu hérna hjá okkur áðan. Já, nei, þetta bara þetta mál sem verður að fá einhvern endi. Já. Og í verstafalli getur þetta bara þýtt, sko, ríkisstjórnin sjónýtt. Heyrðu, já. Svo þingi kemur ekki saman fyrir inn í febrúar, sá ég einhvern daginn. Já. Þetta lengsta jólaleyfi, þau voru kosin 31. Það ekki hægt að ganga, held ég, formulega frá þingin. Kjörbrugum? Já, vegna þess að það ennþá óvíst úrslit kosningana. Þetta alveg ótrúlega. Það eru þingmenn sem eru kjörnir samkvæmt þessum úrslitum sem eiga úrskurða hvort þessu rétt eða ekki? Jú, það eru bara eitthvað 7, sko. En ég meina þau, hvert umboð þeirra? Ég meina það er óljós hvort að þessu þingmenn eða hvað? Það ekki bara Birgir Ármanns í Borgarnesi sem bara ákveði þetta máli. Já, hann fór með einhvern hóp. Fór í húslit. Já, það sýnt í fréttunum sem voru að skoða kjörkassa og svona. Já. Nei, mér finnst þetta stærsta lýðræðismáli okkar að við kjósum til þings og við kjósum í sveitarstjórninu, kjósum forseta, það allt í opnum kostningum. Ekki þetta veffengja niðurstöðnar. Nei, nú bara annári í röð sem þingkostningarna koma þannig að við bara sjáum fram á það að við ráðum illa við að framfylgja þessu fyrsta atriði í lýðræðinu. Að við getum kosið fulltrúar okkar til þingsins til dæmis núna og við vitum ekki alveg. Við vitum ekki hvort þetta sé rétt kjörið þing. Nei. Það finnast kassar hér og þar. Út allt. Og sko, lýðræðið, við vitum ekki hvort að það hefði náð fram að ganga núna. Þetta ekki tekið að mikilvæg alvöru að kostingarnar. Nei. Þetta var alltaf í höndunum á svona sýslumönnum sem að voru náttúrulega meira og minna innvíður og innmúraðir sjálfstæðismenn, stundu framsóknarmenn. Og maður hugsa svona tilbaka, ég meina, ef þau gerir þetta svona með hangandi hendi, ég meina, var ekki svona, ég meina, það er eitthvað bóið við það, sko. Það þannig bara. Herðu, við afgreiðum þetta mál ekki núna, en það er að fara að byrja handbolti, sem kannski einhverjir áhorfendur okkar vilja horfa á handboltan, en við bjóðum upp á miklu skemmtilegri umræðu hérna fyrir þá sem hafa áhuga á pólitík. Það er umræða Donald Trump sem er aldeilis að hrista upp í hugum okkar. Við ætlum að svona ganga út frá því sem vangaveltur það hvort að við séum að upplifa uppgangstíma fasismann og við fáum hér gott fólk til þess að ræða það. Það er Pontus Jarfstad sem er sagnfræðingur, Nanna Hlín Halldórsdóttir sem er heimspekingur og Guðmundur Halldórsson sem er sagnfræðingur. Ætla að koma hérna að ræða fasisma og Trump eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is